Jötunsteinn heitir eftir Jötun Steini sem gangstéttarhella sem að B.M. Wallá framleiðir og sagan gerist öll þegar að Jötunsteinn hefur yfirgefið höndina á buguðum arkitekt og stefnir inn bílrúðuna hjá byggingarverktaka sem hefur valdið arkitektinum vonbrigðum og hún gerist öll svona í endurliti frá því að steinninn yfirgefur arkitektinn þar til hann sleikir nefbroddinn á verktakann og bókin fjallar svona drauma og kannski brostna drauma og kannski viðbragð við borg og borgarumhverfi nágrannasveitarfélögin líka sem að smám saman að hjúpast gráu þverliggjandi bárujárni og af einhverjum ástæðum erum við ekki einhvern veginn stolt af samtíma okkar og bókin svona greining af því og ég fekk arkitekta Kristján og Kristján hjá Kratz og þeir hönnuðu fyrir mig 2 einbýlishús og 2 blokkir fyrir bókina. Þannig að ég með 2 blokkir, það nú ekki oft sem að var hönnuð 4 hús fyrir bók en það í þessu tilfelli. Þannig að hún svona svolítið bókverk í leiðinni, kannski metafóra hvernig við ætlum okkur mikils en erum alltaf smám saman að gera meira og meira málamiðlanir og í þessu tilfelli hefur arkitektinn búið til draumahúsið bara með öllum þeim gildum sem hann lærði í skóla en endar á því að búið til hús sem lítur út eins og kjúklingasláturhús þannig að allt í einu hann orðinn höfundur af ljótustu blokk á Íslandi. Forlagið.